Við ætlum núna að fara yfir námsefni þessara viku aðeins og skoða hvað það en það í raun CSS og sér í lagi box modelið, specificity og cascade, visual formatting, letur og litir. En þetta sem bara hérna undir vikublaðið 3, þar sem við opnum það og hér erum við með námsefnið. Það vísar í kafla í hérna, bókinum vefforritun sem ég búinn að vera að brasa í og sá að ég þarf aðeins að laga forsíðuna, hún eitthvað eldgamalt sem hangið þar inni en allavega. Og þar kafli CSS sem bara hvað CSS, hvaðan kemur það, til hvers það, hvað það, hver hérna með skjáskoti hérna fyrsta vefnum til þess að vinna hinn íslensku vefvelun, en það strik.is sem var í skjáskot frá maí 2000 og það var svona áður en að CSS varð svona að einhverju sem var notað eingöngu til að búa til útlit. Það sem fólk notaði áður fyrr var að nota bara table elementið og segja, já, ég núna með útlit þar sem ég vil skipta þessu í 3 dálka. Ég vil í dálkanum vinstra megin á að vera einhver valmynd, í dálknum í miðjunni á að vera eitthvað nýjasta fréttin og í dálknum hægra megin á að vera eitthvað vísanir í aðrar fréttir eða eitthvað svoleiðis. Og þannig að fólk fann bara leið til þess að koma fram því útliti sem það vildi. En HTML ekki hannað til þess að koma fram útliti, það hannað til þess að koma fram merkingu. Þannig að það var í raun bara fljótt farið úr það að búa til staðal til þess að geta ljáð HTML og öðru, til dæmis SVG myndum eða XML skrám viðmót í gegnum CSS. Og það var svona, ok, hvernig við að gera, hvað vil fólk geta gert, ok, það vil geta sett inn einhverja myndir, það vil geta sett inn einhverja bakgrunni, það vil geta breytt leturgerðum, það vil geta sett inn breytt litum. Til dæmis áður en CSS kom, það var ekkert hægt að breyta því hvernig liturinn á tenglum var. Hann var bara blár eða fjólublár þegar þú varst búin að heimsækja hann. Svo gastu reynda að setja svona meta eitthvað, þar sem þú gast breytt bara því hérna, já, allir linkar ekki lengur bláir, þeir eru gulir eða fjólubláir þegar þú ert búin að skoða þá. Það var ekki leið til þess að eiga svona nákvæma stjórn yfir útlitinu á síðum. Og svo var náttúrulega bara alls konar sem fór hann í gegn. Það var bara 20 ár af brasi við það að finna hvað besta leiðin til þess að setja upp viðmót. Og núna svolítið svona gullöld fyrir CSS og búin að vera svona seinustu 2 árin. Að við erum komin með CSS Flexbox sem við skoðum í næstu viku og við erum með CSS Grid sem að leyfir okkur að stýra bæði þá hvernig svona hlutir innan síðunar, bara hvernig valmyndin hagar sér og svo með Grid hvernig svona layoutið á síðunni sem heild stjórnar og hvernig það lítur út. En þetta búið að vera alls konar og það fullt af hlutum sem fólk búið að prófa og ekkert að virka sérstaklega vel. En CSS oft sagt, það sagt vera, það einfalt en flókið. Það einfaldur syntax, þar að segja við búum til eitthvað sem kallað selektor og inn í selektor erum við með einhverjar yfirlýsingar sem segja til dæmis að P hérna, allar paragraf eiga að vera grænar, textin á þeim á að vera grænn á litin og margin í kringu þar á að vera 1 EM. Og þetta í raun bara það sem við vinnum með. Það bara selektorar og yfirlýsingar, eða declarations. Selektorarnir geta verið á nokkra vegu. Við getum valið element, eins og hérna, ég skrifa bara P og þá velju öll P element á síðunni. Ég get sagt P og svo get ég tengt hann saman við annan með bili og þá get ég sagt P eða div bil P og þá það öll P sem eru inn í div elementi. Þannig þá þetta eins og við vorum að skoða tréð sem við erum að búa til í senasta tíma. Að ef ég með tréð þar sem ég meina nóðu sem div og undir því eru 3 P og ég segi div P, þá á ég við öll 3 P-in sem eru undir divinu. Ekki P-in sem ekki undir neinu divi. Og síðan geti ég sagt, já, en ég vil fá öll P sem eru nákvæmlega undir divi, ekki til dæmis div sem undir sectioni sem eru P sem undir sectioni sem undir divi, að þá get ég sagt div stærra en P og þá ég að velja öll P sem eru nákvæmlega börn divsins.
og svo erum við með svona systkina selektora, fyrra systkini eða öll systkini sem koma eftir sem plúsin og tildan. Við munum ekkert nota þau mjög mikið en þið getið lesið þau. Það verður ekki mörg verkefni þar sem við þurfum að hugsa nákvæmlega þau. Síðan erum við með class selektorinn og hann í raun með punkti og hann getur staðið með element eða type selektornum. Þannig að ég get sagt div.important, þá eru þá öll div element sem eru með class attributeið important. Síðan getur verið með pseudo element eða pseudo selektor sem segir öll A sem verið að taka bendilinn eða þú veist ef ég er með það, ef ég er með bendil, sem sagt ég er með mús tengda við og ég fer yfir eitthvað element þá get ég látið það vera hover, eða ef ég er að tabba þá get ég verið með active, að þeir tabba mig í gegnum A-element og ég er með eitthvað ákveð og það er active, að þá get ég látið það líta einhvern veginn öðruvísi út. Í grunninn eru öll element með active state og það er svona blá hringur eða svona blátt outline utan þau sem við ættum alltaf á haldinni því annars veit ég ekki hvað ég er að vinna með. Síðan erum við með ID-selektorinn, þar sem við erum með octothorpe eða hashtag, þannig að div, hashtag, main, það eru öll div sem eru með ID-ið main. Og ID í eðlisínu þannig að það á alltaf að vera bara nákvæmlega eitt element með ID á síðu. En vafrinn gerir alveg bara, leyfir okkur að vera með þess mörg og við viljum, en til þess að þetta virki sem skildi, þá ættum við alltaf að vera bara með eitt. Og út af því líka hvernig specificity virkar, sem við fyrir mjög eftir, að það hefur hærri forgang, þannig að það almennt séð ekki góðu selektor. Þannig að það sem við viljum yfirleitt nota eru type eða element selektorar og class selektorar. Þessi tveir selektorar yfirleitt það sem við þurfum og það sem við þurfum í öllum okkar verkefnum. Og í fyrsta verkefni komist þið af í verkefni 3, menn þeir nota bara element selektorinn svona að mestu leyti. Þannig að síðan fylgja bara dæmi bæði hérna í kennslubókinni og í námsefninu það hvað hægt að gera. En síðan höfum við í raun fyrsta svona alvöru staðalinn sem kom og fólk gæti farið að nota CSS eingöngu til að búa til útlit var CSS 2.1. Seinna tekið tilbaka, lagað og gefið út sem CSS 2.2. Nei, 2.1 var gefið út eftir CSS 2 og það box módelið og visual formatting módelið sem skilgreint í því ásamt leiðum til þess að vinna með cascadeið og hérna inheritance en hérna specificity segi. En það það sem við erum svolítið að skoða í þessu fyrsta verkefni okkar. Og box módelið þannig að þegar við erum að vinna með CSS og HTML þá allt í grunninn samansafn af réttindum boxum. Og þessi box eiga sér, og ég tala þá box sem bara eitthvað birtingamynd einhvers elements sem búið að eiga eitthvað við. Þannig að þegar ég segi box, þá yfirleitt bara þú veist, það eitthvað sem á sér einhverju skilgreiningu með box-módulinu. Að þá á það sér breidd eða width, þá á sér height eða height, þá á sér eitthvað margin sem ysta lagið sem að ýtir því boxi frá og í önnur box. Svo kemur eitthvað border sem í raun þá svona, það ekkert gott orð fyrir border, þetta bara einhver svona afmörkun með einhverjum lit yfirleitt og einhverju þykkt utan efnið. Svo kemur padding sem að ýtir þá efninu frá margininu og frá paddinginu og svo kemur efnið sjálft. Og efnið sjálft á sér einhverja breidd og einhverja hæð. Þannig ef við opnum hérna bara hi.is og við opnum inspektorinn og ég fer núna hérna og ég sett í inspektor og við höfum skoðað hérna efri partin af honum sem að HTML tréð, þetta DOM tré sem búið til. Þar fyrir neðan ég síðan með undir valmynd sem hérna byrjar á rules og svo kemur layout og svo kemur eitthvað meira og það tengt því hvernig útlitið túlkað af vafranum. Og þá sé ég hérna rules og núna ég með valið body á HI síðunni en ég ætla að finna eitthvað kannski aðeins meira skemmtilegt og ég ætla að fara taka bara hérna velja eitthvað element, ég ætla að velja hérna leitarboxið finna námsleið og ég ætla að fara hérna upp og ég ætla að segja hérna eitthvað div með klassið form item, form type, text field og eitthvað svona. Þannig að allt þetta hérna sem við sjáum class attribútið jafnt og svo kemur bara comma separated listi, form
dash item, form dash type dash text field. Allt þetta eru húkar eða leiðir til þess að skrifa í CSS eitthvað sem hefur áhrif á útlitið á þessu elementi. Og það get ég séð með því að fara hérna niður í þetta og vonandi séð eitthvað, já ok, þetta meikar ekkert sens hérna. Finnum kannski takkan hérna, já. Og þá sjáum við hérna, þetta er allt eitthvað ótrúlega þetta er bara einhver ótrúlega langur, nei þetta er langt nafn á þessu, hérna á þessu CSS-kjali, út af því þetta er búið til, en svo fáum við hérna að þetta er body.front.l-main form submit, .form submit hérna. Þannig að þetta allt hérna er bara langur selektor sem er að velja nákvæmlega þetta hérna element, sem er nákvæmlega þessi takki hérna sem stendur á finna námsleið. Hann er með bláan bakgrunn, hvítan texta og ákveðið padding sem að passar upp á að blái liturinn fái svolítið að njóta sín og þetta lítur allt saman rétt út samkvæmt hönnunarstaðli Háskóla Íslands. Því það er einhver hönnuður sem sagði ég vil að forsíðan á hi.is líti svona út, takkandi líti svona út, logoið sé svona, það sé svona mikið pláss á milli logosins og hérna þessara auglýsingaborða hérna sem að fer á milli og þá getum við farið hérna og við getum fundið hérna, ok, ég fann hérna logoið og þá fer ég hérna, ég sé logoið, ok, logoið er með height 80 pixlar, width 100%, margin left 50%. Þá sjá ég ef ég hover yfir því, þá sé ég gulan lit sem gefur til kynna hvað er marginið. Svo sé ég breiddina sem er hérna 100%. Ég sé hana sem er hérna ljósbláa lit sem fer yfir logoið. Þannig við sjáum í raun myndin sjálf fyrir HI logoið fyllir ekki upp í allt plássið sem elementið tekur. Þannig ég get farið hérna og ég get aðeins farið að fikta í þessu og get sagt hérna ok, background color pink. Þannig nú gef ég þessu boxi sem er þetta div class logo bakgrunnslit og þá sjáum við í raun hvernig það tekur, í raun þetta box tekur núna bakgrunnslit fyrir alltaf pláss sem það tekur. Þetta er svona box módelið sem er að skilgreina þetta. Síðan get ég farið líka hérna og ég ætla að segja bara eitthvað element hérna, get ég ekki valið eitthvað, nei ekki, ég ætla að segja hérna plus og þá get ég bara sagt stjarna og stjarna er universal selektorinn, hann velur öll element og ég ætla að segja outline 1px solid blue, gerum við kannski aðeins yktara hérna, red. Aðeins minna 2 pixlar. Þá sjáum við, það sem ég segi hérna er öll element af þessari síðu, ég vil að þú setur utan þau 2 pixla border, sem er bara box sem við sjáum, sem er rauður litur og er 2 pixlar á þykkt uppi, niðri, vinstri og hægra megin. Þá sjáum við á síðunni hvernig í raun þessi rauði litur fer utan hvert einasta element á síðunni og sýnir okkur hversu mikið pláss það element tekur samkvæmt boxmódelinu. Þannig að ég get séð hérna að það er sláðin heiti námsleiðar, boxið tekur svona, það er inn í öðru boxi og svo er takkin er annað box og við förum hérna niður og við sjáum hérna fréttalistan að þar kemur fréttalistin, hann er box, hver frétt er sitt eigið box, myndin er box, titillinn á fréttinni er box, kikkerinn sem segir þetta er frétt er box, en textinn er líka sitt eigið box og það er einhvern veginn síðan fer í nokkra línur, þannig ég sé hérna fréttir og svo kemur fyrir það ný líkun sína, það er box, útbreiðsla vaðfugla er box, á Íslandi er box og það er allt inn í einu boxi af því að það er verið að eiga við textan en líka bakgrunnin á textanum öllum og þannig í raun bara skrollum við gegnum þetta og fóturinn hérna, hann er líka bara allir fullur af boxum, fullt að gerast og þannig er þetta bara. Þetta er bara CSS er bara, þetta er box og við erum bara að stýra því hvar þau eiga heima á síðunni. Þá meira, þykkari. Þá er það út af því að þetta eru 2 box, af því ég get alveg verið með box og ég get sagt, settu þetta box og staðsettu það nákvæmlega yfir öðru boxi og jafnvel offsetta það aðeins. Þannig að ég fæ í raun box og boxi. Þannig að og það er kannski leiður okkur inn í næsta sem er í raun visual formatting módelið sem segir að í grunninn
þá vefurinn, hann hefur einhverja leið til þess að teikna sig og það það sem við vorum að skoða í verkefni 1. Það einhverju grunnstílar frá vafranum sem segja bara H1 fyrirsögn 18 pixla letur sem feitletrað. Svo kemur eitthvað P fyrir neðan og það kannski tekið eftir því að það kemur alltaf í nýja línu. En ef ég set beint bara A-href þá leggst það upp við titilinn. Þannig að annarkvort tekur pláss, taka box, taka element, allt lárétt pláss sem þau geta og þá eru þau display block eða þau raða sér upp við næstu element sem eru display inline að þau eru í línu og það þá alltaf eins og ég segi halló, heimur, upprópunarmerki, hér vefurinn minn, lestu meira á síðunum hann og það A-href og það element, það texti, svo kemur element inn í textanum og þá kemur ekki A-hrefið í nýri línu. Það leggst bara upp við það því að þetta leysin sem heild. Þannig að það annarkvort display block eða display inline í grunninn. Þannig að það display attributið í CSS stýrir því hvernig því raðað. Það var gott að taka dæmi, þannig nú ætlum ég bara að reloada síðunni, þannig að við förum hérna og finnum eitthvað hérna, þetta nú samt örugglega ekki gott dæmi því að hérna allt verið að nota líklegast display flex og þá sé ég hérna, nei, ég minn eini, hvað í gangi hérna? Hér sjáum við að það verið að nota clear both og þá verið að nota float left. Nú gríp ég hérna andlit mitt og segi hvað í gangi hér? Það verið að nota tækni frá 2010 til þess að gera þennan vef. Við skulum nú ekki dæma, það örugglega einhver ást. Hann virkar, já, þannig að það meikar ekki sens En hér sjáum við í raun, og þetta í raun það sem þið getur notað, að því í verkefni 3 þá þurfum við að fleyta myndum til hliðar, til vinstri eða til hægri. Og það að nota float hérna. En ok, þetta virkar svo sem til þess að gefa dæmi þetta. Að þetta hérna, div, display block. Af því að öll div element eru sjálfgefið display block. En svo getur ég sagt display inline, það gerir reyndar ekkert hérna. En ég ætla bara að hoppa í dæmi úr hérna námsefninu til þess að sýna þetta nánar. Þannig að við förum hérna í Visual Formatting Model og skoða dæmi á vef. Ég held ég hef búin að laga þetta allt. Hvað vitlaust hérna? CSS Visual Formatting. Já, þetta ekki bara vitlaust tala hérna? Jú. Það voru 11. Dæmi box model. Nei. Þetta mjög vandræðilegt, ég byggðist forláts. Dæmi 05. Þetta ekki vel gert hjá mér. Ok, förum þá hérna, finnum dæmið og förum bara með það inn í Visual Studio Code. Hér ætla ég að vera, ég ætla bara hérna, og hérna display og gerum bara svona og hoppum hingað, gerum svona og display HTML og opnum þetta með live server hérna. Þegar maður gerir þetta fyrst, það þá bara að hafa stælið inn í HTML-sinu, ekki CSS. Það nákvæmlega hérna athugasemd þetta hérna, efst, segir þetta dæmi skilgreinir CSS inline til hægðarauka. Betra var að vísa í CSS skjal með link rel style sheet. Þannig að ég ætla að skoða það á eftir. En þá sjáum við hérna, þetta bara eins og ég var að gera, sýna ykkur á HÍ vefnum, að ég bara búin að búa til nokkur div sem eru með class box og sem eru með box block og sem eru með box inline. Og svo eitt hérna með box none og þetta til þess að sýna ykkur munin á því, þetta bara einfalda dæmi af því hvað eru box. Og það sem ég búin að gera hér að segja að hvert box á sér ákveðið width. Það tekur einhverja tölu hérna, 10 vaff-h, þar sem vaff-h eining og ég hvet ykkur eindregið til að skoða einingar í námsefninu, það eru nokkrar, en vaff-h-einingi segir viewport height, þannig að þetta segir þetta á að vera 1/10 hlutfallslega af hæðinni á vafranum. Þannig að ef ég segi hérna, og nú ætla ég að fara hérna í responsive design mode í DevTools og þá get ég farið að stýra hversu breiður og hár vafrinn
og þá sjáum við hérna að hlutfallslega þá minnka boxin eða stækka eftir því hversu hár glugginn er. Þannig út af því að þetta er relatíft stærð og það er það sem við viljum vinna með út af því eins og við töluðum aðeins og höfum tölað aðeins er að vefurinn vill vera bara eins og vatnið. Hann vill bara fylla upp í það pláss sem hann hefur, hvort sem það er lítið eða mikið og ef við notum fastar einingar, þar sem við segjum þetta á að vera 10 pixlar og svo skoðum ég 10 pixla á risastórum skjá, þá er það eins og krækibri í helviti, en ef ég segi eitthvað á að vera 100 pixlar, þá er það risastórt á litlum skjá, en hugsalega bara fínt á stórum skjá. En ef ég segi þetta á að vera bara bundið við það hversu stór skjárin er, hversu mikið plássi er, þá get ég látið þetta bæði líta vel út í litlum skjá og stórum skjá og allt þar á milli. En þetta er síðan nánar þegar við förum yfir í skalanleika og svona responsive dotið. Þannig að ég get sagt hérna, ok, 10 Waf-H, ég get líka sagt bara 100 px og 100 px hérna. Og engin munur þannig séð, nema að núna hættir þetta að vera og skalað samt aðeins út af hérna vafranum, en ég get farið hérna og ég get stækkað þau eða minnkað þau. Þannig ég get farið hérna í rules í inspektor og ég get átt við CSS skilgreiningarnar til þess að sjá bara hvernig það haga sér. Þannig að þá get ég segja hérna, ok, width er þetta, ég get sagt 1 px og þá verður það ekki alveg samt 0, það dettur ekki alveg út. Það getur farið í mínus er skilgreinir, það er óskilgreint fyrir width, en ef ég fer hérna bara upp í eitthvað, 100, og svo er ég með þetta bara til að sýna þau, síðan er ég með hérna box block og þá tekur það eins mikið pláss og það getur. Ef ég set hérna 100%, þá sjáum við að það tekur eins mikið pláss og það getur á lárétt. Svo tekur það hæðina sem ég skilgreini hérna, en ef ég skilgreini enga hæð, þá tekur boxið eða elementið sjálfgefið nákvæmlega þá hæð sem það þarf til að birta efni sitt. Þannig að ég er bara með eitthvað hérna og ef ég skrif eitthvað fullt af einhverju texta, að þá núna er hæðin meiri út af því að efnið þarf meiri hæð. Ef ég set síðan hæð 100 og ég takmarka hana hérna niður í eitthvað minna, að þá sjáum ég hérna að það efnið fyrir að flæða út úr útlitinu á boxinu. Ég ætla að taka þetta bara úr þessu, þannig að þetta sjáast aðeins betur hérna. Og það er eitthvað sem að getur gerst þegar við förum að tilgreina hæð, að takmarkun á hæð veldur því að útlitið okkar fyrir að brotna, út af því að hlutir fyrir að flæða. Og yfirleitt vill maður ekki takmarka hæð í CSS út af því að efnið á bara að fá það pláss sem það þarf. Aftur, eins og ég segi margoft núna, þetta kemur betur í ljós þegar við fyrir að skoða þetta í responsive. Út af því að þegar við fyrir að takmarka eitthvað og ég segi hérna, þetta á bara að vera nákvæmlega svona stórt, nákvæmlega svona breytt með nákvæmri einingu, 100 pixlar sinnum 100 pixlar, þá er ekki pláss fyrir það til þess að það birtist í öllu. Það birtist bara í því viðmóti þar sem að ég er að horfa á núna. Svo fyrir ég stærri skjá, minni skjá, einhvern annan skjá, þá brotnar þetta. Út af því að ég er búinn að segja að þetta á að vera nákvæmt. Við getum ekki sagt að þetta eigi að vera nákvæmt út af því að vefurinn er fluid. En ok, þannig hérna er display block, svo erum við display inline og þá er þessi box að haga sér þannig að þau leggjast hlið við hlið. Ég ætla bara að reloada hérna dæminu. Þannig að þau eru hérna inline og þau leggjast hlið við hlið. Svo kemur eitthvað display none. Display none þýðir bara fjarlægja þetta alveg, þetta er bara ekki til. Þetta er ekki lesið upp á skjálusurum, þetta er ekki birt að neinu leyti. Svo kemur annað blokk, svo kemur inline blokk. Það er svona smá auka sem við bætt við, þar sem ég get sagt þetta hagar sér eins og inline element, nema það getur líka tekið á sig hæð og margin. Það sjáum við hérna, ef ég breytir þessu í inline, þá tekur það ekki hæð, en inline blokk, þá tekur það á sig hæð. En það raðast samt í línu með öðrum inline blokkum. En þetta er allt saman mjög abstrakt, segir okkur þannig sé ekkert mikið, af því að ég geti talað endalaust og sýnt ykkur dæmi hérna í marga klukkutíma, en þangað til að þið fara að takast á við þetta og prófið sjálf og finnið hvað þessar skilgreiningar og þessar reglur, hvað þær gera í útlitinu, þá er þetta ekki að fara að gera mikið fyrir ykkur. Þannig að ég ætla núna bara að taka
Nei, er ég ofsnæma, er það 40, 50, 30, já, ég er aðeins fljótur, að mér að taka pásu, þannig að við höldum aðeins áfram, ég ætla aðeins áfram að bladra dæmi hérna, þannig að við tökum okkur pásu því að svo ætlum ég bara að byrja á verkefni 3 með okkur, út frá því að nota þetta, þannig að ég er að fara að sýna ykkur hvernig við notum þetta bara í praxís í dæmi, sem að þið síðan haldið áfram með núna þegar ég klára verkefni 2 og svo komum við hérna og haldum áfram að tala CSS næstu vikur. Þannig að þetta þessi box sem við erum með. Þannig að við veljum eitthvað box, hvort sem það með einhverjum element selektor, class selektor, einhverjum öðrum selektor og við gefum viðkomandi boxi reglu. Og reglan getur við sagt, þú ert blátt að bakgrunnslit og ert svona breytt eða eitthvað annað. En hvað gerist ef það eru margar reglur sem velja sama boxið og það eru hugsanlega misvísandi? Ein reglan segir þú átt að vera blátt og hinn segir þú átt að vera bleikt. Eða grænt eða svart eða whatever, það getur verið margar, að þá kemur til þess að CSS er forritað, það eru algoritmar það hvernig á að velja hvaða regla ræður og það er í raun cascadeið og specificity og inheritance. Þannig að öll element hafa í grunninn einhvern stíl sem við höfum séð, Times New Roman, einhver feilletrun og eitthvað. Ef að ég síðan gef einhverju eins og body elementinu font family regluna, þá segir það allur texti í body elementinu og öllum elementum þar undir á að birtast með annarri leturgerð. Og ég þarf bara að gera það einu sinni. Ég þarf ekki að velja hvert og einasta box og segja þú átt að vera með Arial, þú átt að vera með Arial, þú átt að vera með Arial. Það er bara nóg að setja einu sinni og svo bara er það erfista yfir, þannig að það er skilgreint með inheritance í CSS. Og svo er cascade sem segir í raunum hvernig er ákveðið út frá því að þetta er búið að velja og þetta er eitthvað annað, það er hugsanlega einhver samlagning, þetta á að vera 100% af hverju, elementi fyrir ofan eru 50 pixlar, þá er það 50 pixlar þegar það er 100% af 50 og eitthvað, og þetta er í raun skilgreint í þessu cascade, inheritance og specificity. Hérna dæmi endurnýtum bara hérna. Ég opna og loka, opnum þetta, nei, þetta bara opnum dæmi sem ég ætla að vera með hérna, display HTML. Ok, hérna núna er ég með dæmi þar sem er bara einhver gulu bakgrunnur, það er textin hello og það er einhver rammi utan hann, eitthvað border utan hann. Ég fyrir inspektor og ég vel það, þá sé ég með eitthvað body og body segir margin 0 og background color yellow. Svo er ég með eitthvað section sem segir width 10 em. Svo er ég með eitthvað div sem segir font size 2em, width auto, border 0,001 em solid black. Em er relatív stærð eining sem er cirka breiddin á m stafnum í letrinu sem við erum að nota. Og þetta er í raun, þannig að ef ég segi body, font size 10 pixlar, þá er ég búinn að segja að grunnstærðin eru 10 pixlar og svo segi ég hérna 10 em og ég segi 1 em og þá er það í raun reiknað sem 10 pixlar. Þannig þá erum við komin hérna, við erum með rules sem segir til einhverju reglurnar, við erum með layout sem segir til einhverju boxmodel hafa sér sem ég glemdi að sýna ykkur áðan, en það sýnir hérna, þetta er hvernig boxið reiknast út, hérna, divið sérstaklega, það er með 1 pixel border, það er með 8 pixla breitt og það er með 24 pixla á hæð. Það er með 0 padding og það er með ekki með neitt margin. En svo erum við computed hérna og þá get ég séð nákvæmlega hvað allar útreiknaða stærðir á þessu elementi eru. Þetta er náttúrulega bara eins og ykkur meikar ekkert sens fyrir ykkur ef þið er ekki búin að skoða neitt af námsefninu, en þegar þið fara núna að vinna í verkefni 3 þá mun þetta hjálpa ykkur, vona ég, lofa. Þannig ég segi hérna, ok, ég ætla að segja að þetta eru 30 pixlar, þá stækkar allt í hlutfalli við það.
Þannig að þá er þetta hérna 1 EM, það er ekki lengur 10, það er 30 af því að það horfir á grunnstærðina á leturstærðinni. Svo erum við hérna aftur font size 2 og ég get stækkað þetta og þá fer þetta í raun og stærðin á textanum stækkar og stækkar og hérna border 0,01 EM en ef ég seti þetta í 1 EM þá verður það 30 pixla border. Þá get ég farið hérna í layout og þá sé ég að, nei fyrir ekki 330, ég seti nú eitthvað meira en á borderið, já það er náttúrulega miklu stærri grunntextinn og þá sjáum við að hann reiknar vafrinn, border width núna sem 330, svo fer ég hérna og ég breyti þessu aftur yfir í eitthvað 1 px og þá minnkar allt hlutfallslega á milli þessu. Og þetta er í raun kasketið að fara yfir og reikna út úr því hvað hvert gildi á að eiga sér stað. Eða eiga sér í lokin sem gildi sem er teiknað á skjáin. En þetta er erfitt að útskýra eins og þið kannski heyrið og ég hef aldrei verið neitt sérstaklega góður í því. En grunninn hérna 0,001 EM, hlutfallsleg eining, útreiknuð, border top width og er 1 px af því að 1 pixel er minnsta borderi sem er hægt að teikna. Þannig að á endanum er allt sem er teiknað á skjá í tölvum nota pixla. Þannig að það þarf alltaf að reikna úr öllum stærðum yfir í pixla og það er það sem að gerist alltaf á endanum og er það sem gerist í þessu flæði þegar að kasketið fer yfir allt domtríið okkar, það er búið til style tree við hliðina á því sem eru allir stílarnir búið að reikna út úr því hvað á að vera hvað og svo er þessu applæjað á HTML-ið til þess að búa til og teikna viðmótið. Þetta held ég sé alveg nóg af þessu í bili, þannig að við skulum taka okkur smá pásu og byrja aftur eftir svona 10 mínútur og fara að gera eitthvað að viti. Hægt að tala með þetta í einhverju abstrakti og vinna þetta bara.